Halló, halló, góða kvöldi. Góða kvöldi. Hæ, mikið gott að sjá ykkur. Ég var á Akureyri í gær og þar lærði ég eitt sem ég ætla að kenna ykkur. Og nú þarf ég alla til að hlusta á mig. Þetta er mjög mikilvægt. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Það er mikilvægt að læra þetta í dag. Ok, eru þið tilbúin? Þegar ég segi hann er upprisinn, þá segið þið hann er svo sannarlega upprisinn, ok? Við ætlum að prófa þetta. Hann er upprisinn. Amen. Við ætlum að læra þetta í dag. Ég lærði þetta nefnilega bara 27 ári í gær, sko. Það er alveg galið. En hann er upprisinn. Hann er svo sannarlega upprisinn. Takk fyrir, Gunni að fylgjast með. Við ætlum að lofa Guð í kvöld. Hann dó á krossi og hann reis við. Hann sigraði dauðann og við erum hér samankomin til þess að lyfta höndum, beina sjónum okkar á honum og gefa honum okkar athygli núna. Amen. Hér á eftir verður spennandi kvöld. Við erum að fara að sjá fólk taka stórt skref í kvöld, taka niðurdýfingarskýrn, grafa gamla manninn. Það er alltaf cool, sko. Þannig við skulum lofa Guð. Það er til með okkur. Við ætlum náttúrulega að syngjum The Grave Robber. Amen. Svo skulum rísa á fætur. Used to live like a rebel, didn't want to behave. Thought a wretch like me could never be saved. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, his again took my life. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more storm, all the way, one more scene, I've been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer, all because of that grave robber. For you every night, even though your mama prayed for you every night. Praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's that time. Like a thief in the night, he's thinking, take your life. The resurrection gonna have you sing. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more storm, roll away, one more scene, I've been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer, all because of that grave robber. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I'm a dead man living, and God did it. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more storm, roll away, one more scene, I've been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer, all because of that grave. Jesus is the rock, and he rolls my grave away, all because of that grave robber. Það er alltaf að vittlast hérna núna. Halleluja, velkomin á samkomu á mánuði. Gaman að sjá okkur hér til í kvöld. Síðasti dagurinn á páskamóti, Vegarnes og United. Búið að vera alveg geggjað. Það var alveg stórkostlegu föstudagurinn, laugardagurinn áttum saman og svo ætlum við að enda hér í kvöld. Og mér langaði hérna, getum við ekki smá tónlist þegar undir, það er svo gott. Það er alvarlega hlutir sem ég ætla að ræða. Nei,
Það skýrt hérna eftir, lögin hérna bakvið og við fundum það mjög sterkt þegar við vorum að biðja fyrir samkomuna. Hér inni fólk sem að þráir og hefur viljað taka þetta skref en einhvern veginn ekki fengið síða. Ég hveti til þess að hlusta það sem Drottinn segir við þér núna í gegnum lofgjörðun og orðið og haldónu hérna á eftir. Við erum að auka handklæði og skýlur og allt hérna fyrir fólk ef þú vilt taka þetta skref í kvöld. Ef Guð er að banka á hjartaði þá hveti ég til þess að hlusta og hlýða. Því það er stórkostlegt, það er svo magnasta sem maður sér í Guðs ríkinu og í kirkjunni, það er að fólk er að taka skýrn. Það er svo fallegt og gott. Gott að fá mikið af góðu bænafólki hérna sem er hérna í kvöld. Og þegar fólk kemur upp úr lauginni þá er svo gott að fá að heyra ár frá Guði sem Guði gefið spámannin til þess að tala til þín. Og við erum opin fyrir því í kvöld. Við upplifum líka að hérna Guð vildi að vera friður, að myndist frið inn í húsið. Við erum að koma úr ólíkum áttum og erum að berjast ólíka hluti. Margir að berjast til kvíða og ótta í lífi sínu. Fyrir mörgum hafa páskarnir verið erfiðir, aðrir hafa síðan í gleði. Þess vegna er gott að eiga svona kirkju eins og hér og starfa eins og United, að maður getum komið hér þó að sé hátíðin búin að vera, þá erum við samt búin að vera hér bæði föstudag og laugardag, áttum yndislega laugardag saman og borðuðum saman og svo magnaða samkomu með sterku og öflugu orði inn í líf allra. Svo við erum vakandi við sem Guð ætlar að gera. Við erum ekki að rísa á fætur, við ætlum að biðja líka fyrir bænarefnu og það er sérstaklega fyrir ungri konu sem er að berjast við þennan óhugnarlega ljóta sjúkdóm og það er svo skrítið með okkur þegar sem erum að berjast fyrir þessu að þá er svo ofboðslega meinloka. Við teljum okkur vera að gera okkur besta en við erum kannski ekki að gera neitt og við þurfum hjálp og ég veit ekki hvernig ég hefði farið af ef ég hefði ekki haft einhvern sem að stauti við bakið á mér eða þessa kirkju hér sem var að biðja fyrir mig þegar ég var týndur sonurinn einhvers staðar erlendis. Og ég bið bara að að Guð sýni okkur núna fólk sem er í kringum okkur, fólk sem er að berjast. Við þekkjum öll eitthvað sem er að berjast og það er svo gott að loka augunum, koma fram með þessa mynd af þessum einstaklingum og lyfta þessu upp til Drottins þar sem að hann kemur og grípur inn lífs einstaklinga. Faðir, við bara lofum þig fyrir náðin og miskunn. Við þökkum fyrir hversu yndislega og góð þú ert. Við þökkum fyrir hjálpræðisverkið sem á þessum dögum sem við erum að halda upp á núna, heiðra þig Drottinn minn fyrir það sem hún gerði fyrir okkur, fara á krossin fyrir allar okkar syndir og sjúkdóm og allt það sem við erum að berjast við Drottinn til þess að við getum eignast líf og líf í fullringnaði Drottinn. Við bara biðjum blessun í veit og sérkvæmt sem er hérna inni. Ég þakka fyrir bænarefnin sem er á hjarta okkar Drottinn. Við lyftum undir þín og þá mun þinn friður sem er aðeir öllum skilningi varveita hjarta okkar og hugsanir í þér Kristur Jesús að við þurfum að losa okkur við og við biðjum bara Drottinn að þú takir þetta Drottinn gefur okkur styrk og kraft Drottinn. Við biðjum líka fyrir þessari ungu konu Drottinn. Þú þekkir hana, þekkir baráttuna, hún kemur hér kvöld eftir kvöld og þráir svo mikið að hlutin fá að ganga Drottinn. Ég biðjum að opna augunnar, ég biðjum að Drottinn setja rétt fólk í veg fyrir hana Drottinn til þess að styðja hana og styrkja hana Drottinn þessari göngu Drottinn. Við bara köllum á uppgjöfina Drottinn og það er Drottinn til þess að þá sem þú getur komið og gripið inn í þegar við gefumst upp og lefum þér að taka við Drottinn við. Við bara blessum þessa stund í kvöld, við blessum alla þá sem ætla að taka skýrð og ég þakka fyrir að nú þegar eftir farin að snerta við hjörtu fólks hér í kvöld Drottinn að taka þess þegar og stíga til fulls Drottinn minn í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Við ætlum líka að taka samskot. Við átum alveg yndist eins og ég saði þessa yndislega helgi og allt kostar þetta penning og það er gott að gefa í Guðs ríkið og ég hveti ykkur að taka þátt í því. Við látum hérna baugana ganga og síðan er pósinn hérna aftast og við erum duglega að gefa inn í Guðs ríkið. Það er gott að taka að gefa líka, ekki bara taka á móti. Það er gott að gefa, yndislega að gefa í Guðs ríkið. Guð elskar glaðan gjafara í Jesú nafni. Amen. Standi áfram með okkur. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was
been washed from the inside. Oh, everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Thank you, Jesus. I cannot explain, but there's nothing more real than this. The presence of God, oh, what my heart experienced when my shame hit the wayside and my sin hit the most high. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. Oh, it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. No, it was the blood, could have only been the blood. Yes, it was. Thank you, Jesus. Perfection. We're striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection. We're striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy or righteous, purified as spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, really leave it? Let me tell you, it's only by the blood.
spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear
Hann okkar lífsins von. Sigurinn unnin. Hversu cool að sigra dauðan? Mér finnst það alveg mjög cool. Það frelsarinn minn sem gerði það og frelsarinn þinn. Amen. Jesus hjá mér, heldur mér stöðugt, sér hvert orð frá þér, loforð þitt til mér, stöðugur klettur, ekkert fær bifa. Minn Guð, þú aldrei bregst, aldrei viltu reiðast mér. Ég trúi því, þú alfa og omega þú stendur við loforð þín, þú hér, máttur trúi því, leiðin grið vegna þín, ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín, ávallt trúfastur Mér finnst næsti kafli sem hann fyrir að syngja í brúnni svo ótrúlega magnaður. Segir á krossinum þar blóð þitt rann og fyrir sár þín heilir er. Ef þú þurft að lækningu líkama þínum að halda eða lífi, syngdu það með okkur og játa þetta út af því að á krossinum þar sem að Jesú dó og svo 3 dögum seinna sigraði hann, þar er lækningin okkar. Þar er gegnumbrotin okkar í sigurinn sem átt sér stað. Og svo áfram segir að sigurinn hann unnin er. Og það er það sem við fögnum á páskunum, að sigurinn hann er unnin. Og svo áfram kemur því kirkja Krists, hún lifir enn. Við hér samankomin erum kirkja Krists og við erum að ég sé ennþá lifandi. Þannig að því lengi sem við höfum andadrátt til anda, þá lifir kirkja Krists. Amen. Skulum syngja þetta saman af öllu hjarta og öllum huga. Á krossinum þar blóð þitt rann og fyrir sár þín heil ég er. Sér hvert loforð uppfyllt er. Trúi því að sigurinn hann unnin er og sami kraftur býr í mér. Ég eignast líf í þér á ný. Trúi því.
fæðið auglit sé. Ekkert fær mig, slitið þér frá trúið þig. Ég syngja fæ með himninum og krjúpa frammi fyrir þér. Syng helgur, helgur, helgur ert þú þig. Veröldin öll megi sé. Sér hver sál, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofaði. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Heiðri þig, veröldin öll megi sé. Sér hver sál, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofaði. Og í sannleika ég tilbið þig. Drottinn
Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, and for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of. You have no rival, you have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Halleluja. Lyftum upp röndum okkur og lofum hann, rópum til hans, rópum á nafni Jesús í kvöld. Jesús er sá sem hann dó á krossi fyrir okkur. Jesús er sá sem hann tók syndir okkar að segja á krossinum af því hann elskar þig. Lofum hans nafni í kvöld. Lyftum upp hans nafni. Halleluja, drottni Jesús. Við bara lyftum röndum okkar til þín og við lofum þig í dag, Jesús. Við þökkum þig fyrir það verk sem þú vannst á krossinum. Það sem þú tók syndir okkar allra á þig. Þú dóst í okkar stað til þess að við mættum lifa, drottni Jesús. Til þess að við mættum lifa, Jesús. Við bara lofum þitt nafn í dag, Jesús. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús, Jesús. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is. Það nafni Jesús. Lyftum upp hans nafni. Setjum auð okkar á hann. Setjum auð okkar á Jesús á himinin. Setjum auð okkar á hann og lofum hann. Lyftum upp nafni hans. And nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Halleluja, amen, amen. Halleluja, það segir í Sálmi 146, versi 5. Sæll er sá sem á Jakobs Guð sér til hjálpar, sem á Jakobs Guð sér til hjálpar og setur von sína á Drottinn Guð sinn. Hann sem skapaði himinn og jörð, hafið og allt sem í því hann sem ævinlega trúfastur. Hann rekur réttar kúara, gefur hungruðum brauð, Drottinn leysir bandingja. Drottinn setur fangan frjálsan. Amen. Og ég trúi því að Drottinn hann vilji setja fangan frjálsan hér í kvöld.
Að þú sem ert fastur í fjötrum fangelsis, í fjötrum einhvers, Drottinn vill setja þig frjálsan. Amen. Jesús fór á krossinn fyrir þig. Hann tók afbrot þín, syndir þínar, allt að ranga sem þú hefur gert, tók hann á sig á krossinum og dó fyrir þig, svo þú mættir verða frjáls. Hann vill snerta við þér í dag. Setja þig frjálsan í dag. Amen. Halleluja. 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 Ég ætla að segja ykkur frá Ísraelsmönnum sem voru þrælar í Egyptalandi. Hvað eru margir sem vita að Ísraelsmenn þeir voru þrælar Egypta í 400 ár? Þeir voru þrælar Egyptalanda í 400 ár, hugsið ykkur. Og það byrjaði þannig, ástæðan fyrir að Ísraelsmenn fóru inn í Egyptalandi í fyrsta lagi, var að þegar það var hungursneyð í landinu. Þeir áttu ekkert að borða, þeir áttu engan mat. Og það var hungursneyð, en þeir fréttu að því í Egyptalandi var til nóg af korni. Það var til nóg af korni í Egyptalandi sem gat fætt allt Egyptaland og löndin í kring. Þannig þeir fara til Egyptalands, og þeir fá korn, þeir fá mat og þeir setja stað í Egyptalandi. Svo líður tíminn, Ísraelsmenn þeir fjölgast og vaksa sem þjóð inn í Egyptalandi. Svo kemur nýr konungur í Egyptaland og honum bara líst ekkert á þetta, hvað Ísraelsmenn eru að vaksa og stækka. Þannig að hann tekur Ísraelsmenn og hann gerir það á þrælum. Hann gerir það á þrælum í Egyptalandi og í 400 ár þræla Ísraelsmenn fyrir Egypta. Og þetta var ekkert auðveld vinna, þetta var erfiðis vinna. Þetta var þrældómur. Hvað eru margir sem myndu vilja lifa í þrældóm? Enginn. Ekki einn hér inni myndi vilja lifa í þrældóm. En þeir lifðu í þrældóm. Og hugsið ykkur að það sem að byrjaði sem blessun, það sem að byrjaði sem laust fyrir þá, endaði sem bölvun. Að þeir voru þrælar. Og það er eins með okkur oft í dag. Svo mörg okkar að við finnum eitthvað sem okkur finnst æðislegt, sem okkur finnst eins og bara breyti lífinu. Fyrir einhvern þá er það bjórinn, fyrir einhvern er það brennivín, fyrir einhvern er það kókaín, amfetamín, töflur, læknadóp. Og í byrjun þá var þetta svo æðislegt. Þetta bara losaði eitthvað sem hafði haldið ykkur niðri. Þetta gaf ykkur allt í einu gleði. Allt í einu var sorgin, þá fór hún. Allt í einu depurðin, hún hvarf. Og víman sem þau upplifðu var bara himnesk. Hefur einhver verið á þessum stað? Aha. En svo einn daginn, þá er það sem var svo æðislegt, er orðið böl. Að það sem að gaf ykkur frelsi, er orðið þrælahaldirinn ykkar. Og þau lifið í þrældóm. Og þið þurfum alltaf meira og meira. Skammturinn sem að döðu mér í síðustu viku, hann er ekki nóg í dag. Og morgun þarf ég meira og meira, bara til þess að lifa af. Þetta er ekki einu sinni spurning það að gefa mér bara gleði og þetta er bara til að lifa af. Þvílíkur þrældómur og böl. En vitið, Guð, hann vildi leysa Ísraelsmenn undan þessum þrældóm. Guð, hann vildi taka Ísraelsmenn út úr Egyptalandi og taka þau inn í land sem flaut í mjólk og hunangi. Það segir í 2. Mósebók, 3. kafla, versi 6, þá sagði Drottinn: ég hef séð eymd þjóða minnar í Egyptalandi. Ég hef heyrt kvein hennar undan þeim sem þrælka hana. Þeir eru búin að rópa á Guð. Út af eymd og volæfi.
Og hann segir, já, ég þekki þjáningu hennar. Ég er komið niður til að bjarga henni úr greipum Egypta og leiða hana úr þessu landi og upp til land sem er gott og víðlent, til land sem flýtur í mjólk og hunangi. Vitið alveg eins og Guð vildi leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi, þá vill Guð leiða ykkur út úr ykkar Egyptalandi. Hann vill frelsa ykkur undan þrældómnum sem að þið hafi lifað í kannski fjölda ára. Hann vill leysa ykkur undan því sem að heldur ykkur niðri. Hann vill leysa ykkur undan fíkninni. Hann vill leysa ykkur undan bölunni. Og leiða ykkur inn í land sem flýtur í mjólk og hunangi. Þess vegna dó Jesús á krossinum fyrir þig. Til þess að þú mættir eignast lausn. Til þess að þú mættir fá lausn inn í þitt líf, inn í þínar kringumstæður. Og Guð sendir Móse inn í Egyptaland. Við þekkjum söguna. Koma pláurnar, koma yfir Egyptaland og Móse stendur alltaf frammi fyrir fara og segir, leyfðu fólkinu mín að fara. Leyfðu fólkinu mín að fara. Og alltaf stendur fara og segir nei, 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 nei. Ég ætla ekki að hleypa fólkinu burti, ég ætla að halda þeim, þetta eru mitt fólk, þetta eru þrælarnir mínir, þeir eiga að vinna fyrir mig. Og hann gerði þeim lífið enn erfiðara fyrir. Svo kemur að síðustu pláfunni. Og Guð segir við sitt fólk Ísraelsmenn, takiði lambið, slátriði og takiði blóðið og berið á dyrastafinn á húsinu ykkar. Og það sem að þegar engill dauðan kom yfir landi þessa nótt, þá fór hann fram hjá húsunum sem var búið að setja blóð á dyrastafina. Þar héldu allir lífi. Í hinum húsunum, á öllum hinum heimilunum, þar dó frumburður hverrar fjölskyldu. Þetta er mynd upp á það sem Jesús gerði á krossinum. Það var blóð hans sem rann, sem að gefur okkur líf. Það er hans blóð, einungis hans blóð, sem að gefa okkur frelsi. Gefur okkur eilíft líf. En þetta var ekki bara svona einfalt fyrir Ísraelsmenn. Fara og hann sagði, ok Móses, taktu fólkið og farðu burtu. Farðu út úr landinu, ég vil ekki sjá okkur framar, þetta er allt of mikið böl fyrir okkur. Og öll þjóðin, hún fer út úr Egyptalandi. Þeir koma að Rauðahafinu, við þekkjum söguna, Rauðahafið, það opnast og Ísraelsmenn ganga þurrumfótum yfir. Fara og hann sá eftir því sem hann hafði gert að leyfa þeim að fara, hann kemur eftir þeim og þegar hann fer út í hafið þá lokast hafið og allur her Egypta drukknar. Við þekkjum þetta ekki. Og maður hefði haldið að Ísraelsmenn yrðu nú bara nokkuð ánægðir með þetta. Lausir undan þrældóm, þrælalífið er bara að baki þeim. Her Egypta sem ætlaði að ná þeim, hann er drukknaður. Þeir sáu kraftaverki, þeir sáu hafið opnast. Þeir fóru þurrum fótum yfir hafið. Þeir sáu eldstólpa á næturnar, sem Guð var í eldstólpa sem fór fyrir þeim á næturnar og reykstólpa á daginn. Þeir sáu þetta allt saman, öll þessi kraftaverk, allt það sem var að gerast. En hvað gera þeir? Við erum orðnir svangir, maður. Við erum í eyðimörkinu og við erum orðnir svangir. Munið hvernig lífið var í Egyptalandi. Hvað var gott kjöt þar. Það var svo gott að borða í Egyptalandi. Móses, af hverju varst að taka okkur hérna út úr Egyptalandi inn í þessa eyðimörk? Við viljum fá kjötið aftur sem var í Egyptalandi. Hvað eru margir sem hafa upplifað þetta í sínu lífi? Að þeir hugsa tilbaka. Manstu hvað bjórinn var góður? Manstu hvað línan var góð? Ég verð nú bara að fá eitt bjór sem verða 2 og verða 3. Ég verð nú bara að fá bara smá sem verða aðeins og meira.
Þeir litu tilbaka og hugsuðu með kjöt, en gleymdu því að þeir voru í þrældóm. Þeir gleymdu því að þeim var þrælað út. Þetta var ömurlegt líf sem þeir áttu. Svona er það oft með okkur í dag. Við horfum tilbaka og við munum eftir þessum eina bjór, en við gleymum öllu bölinu sem var í kringum það. Ekki rétt? Og það var til þess að þeir voru alltaf að horfa tilbaka, þeir voru alltaf að líta tilbaka, þeir voru alltaf að mögla og kvarta, sem var til þess að þeir eru 40 ár í eyðimörkinni. 40 ár. Ef við erum alltaf að horfa tilbaka og fara tilbaka í það sem að var, það sem að gaf okkur stundar ánægju, þá getum við verið föst fyrir lífstíð. Við verðum að setja augu okkar fram á veginn, á Jesús. Hann vill taka okkur frá dýr til dýrðar. Hann vill taka okkur úr volæðinu og gefa okkur sigur. Hann vill gefa okkur vonaríka framtíð. Amen. Einn daginn þá byrjuðu þeir að mögla. Móses, okkur vantar mat. Og við erum svo svangir, við erum svo þyrstir, okkur vantar mat og okkur vantar vatn. Það var til þess að Guð, hann sendi eitraða orma meðal líðsins. Og þessir ormar, ef þeir bitu einhvern, þá var það vís dauði. Sá sem var bitinn, hann misti lífið. Og þannig er það oft í okkar lífum. Þegar við lítum tilbaka og segjum, herðu, ég ætla bara að fara og fá mér aðeins hérna smá. Það getur bitið okkur. Og það getur bitið fast. Og það getur leitt okkur til dauða. En Guð sagði við Móses, gerðu eyrorm. Settu þennan eyrorm á stöng og lyftu honum upp þannig að allir sjá. Og þetta var ótrúlega merkilegt því að hver sá sem var bitinn af þessum eiturormum, ef hann leit upp og horfði á eyrormin, þá lifði hann. Vitið, þetta er mynd upp á Jesús á krossinum. Að hver sá sem að setur augu sín á hann mun vera frjáls, mun lifa. Að það er engin ormur, það er ekkert sem getur bitið þig og dreigið til dauða ef þú hefur augu þín á honum, á Jesú. Amen. Og við þurfum að setja augu okkur á hann. Við þurfum að setja traust okkur á hann. Við þurfum að trúa og treysta á hann. Amen. Annað í þessu er að Móses hann leiddi líðin, hann var foringinn og hann var leiðtoginn, en veitir, hann vildi gera einhvern veginn allt einn. Hann sat frá morgni til kvölds, allan daginn, hlustaði á fólk, mögla og ströggla, var að rétta í málum fólks, allan daginn. Og það segir, annarri Mósebók 8. kafla, það segir, þegar tengdafóður Móse sá hve mörgu hann þurfti að sinna fyrir fólkið, þá sagði hann, hvað er þetta sem þú ert að gera fyrir fólkið? Hvers vegna setur þú hér einn á meðan allt fólki stendur frammi fyrir þér frá morgni til kvölds? Móse svaraði tengdafóður sínum, fólki kemur til mín til að leita svara hjá Guði. Eigi það í deilum kemur það til mín og ég sker úr milli manna og kunngerði ákvæði og lög drottins. Þá sagði tengdafóður Móse við hann, þú ferð ekki rétt að. Þú gerir bæði sjálfan þig og fólki sem er hjá þér örþreytt. Þetta er þér of erfitt, þú getur ekki sinnt þessu einn. Þú getur ekki sinnt þessu einn. Vitið þið, við getum ekki farið í gegnum lífið einn. Við getum ekki farið í gegnum lífið einn og haldið að við getum meikað þetta allt saman einn. Það er ekki hægt. Við þurfum alltaf á einhverjum að halda.
Þess vegna svo gott fyrir þá sem að þurfa að vera með sponsor. Þess vegna gott að hafa aðsamtökin. Þess vegna gott að hafa einhvern í lífinu sem tilbúin til þess að vera með þér, styðja við þig og hjálpa þér þegar erfiðleikarnir koma. Það var fyrir 2-3 vikum síðan, þá var ég að tala og ég var að predika akkúrat þetta, hvernig við þurfum á hvort öðru að halda. Og við sem að förum í ræktina, við þekkjum hvað það er að vera með spotter. Það ekki? Hafa einhvern, þegar við erum að lyfta þungt, hafa einhvern við bakið á manni sem að tekur undir ef að lyftan er of erfið. Ef maður er að lyfta of þungt og maður ræður ekki við það og maður missir niður þyngdina, þá er maður í vondum málum. Ekki rétt? Eins er það í lífinu. Ef að lífið er orðið of erfitt og við stöndum ein, þá getum við mist allan þungan yfir okkur og við getum tekið feilspor, mist fótana. En ef það er einhver sem stendur við bakið á okkur og lyftir upp þegar erfiðleikarnir koma, þegar þungin kemur, þá erum við í betri málum. Það var einu sinni góðu vinur minn, hann var búinn að ganga í gegnum mikla erfiðleika í lífinu. Hann var búinn að koma bara úr slæmu lífi. Hann var á mjög vondum stað og hann kemur inn í kirkjuna, byrjar að koma á samkomur hér og hann kemur aftur og aftur og aftur og aftur. Og við fólki í kirkjunni sáum hann, tókum utan hann, lyftum honum upp, stóðum við bakið á honum og við sáum breytingu á lífi hans. Við sáum hvernig hann svona birti yfir honum, það kom litur í andlitið, bros, þú veist, hann hætti að labba hér, fór að réttast úr honum. Við sáum sannarlega breytingu á honum. En einn daginn, þá kom þungin á hann. Þá kom þungin og erfiðleikarnir, myrkrið, og hann hringdi í mig alveg niðurbrotinn. Grét í símann og bara þetta bara lífið var ómögulegt, ömurlegt líf. Ég kem og hitt hann inn í kaffisal. Við setjum saman niður og ég fer að spjalla við hann og ég fer að segja, herðu vinur, þú ert komin svo langt. Það er svo mikil breyting á þér, maður. Sérðu ekki hvað Guð er að vinna í lífiðinu? Nei, hann hefur ekki gert neitt fyrir mig. Ég er alveg eins og ég var þegar ég kom fyrst, alveg sömu spórunum. Hann sá ekki það sem að Guð hafi gert í honum. En við hinn sáum svo mikla breytingu. En við spjöllum saman og ég man bara hvernig hann satt og það sem kom upp í huga mér, hann var eins og hrísla í vindi. Hrísla sem stóð ein og bara flökti í vindinum. Engin laufblöð og bara einhvern veginn flökti. Tárin láku niður kinnar hans. Hórið lag svo niður, þú veist, það var niður á bringu. Hann var í algjöru rusli. Einhvern veginn náði ég að uppurra hann, hvetja hann áfram. Hann fer svo heim til mín og ég fer heim til mín. Hann fer heim til sín og ég fer heim til mín. Og lífið hélt áfram. Þegar ég hitti hennar mann í dag, þið myndu ekki trúa því að þetta væri þessi einstaklingur sem ég er að tala um. Þið myndu ekki trúa því að þetta væri maðurinn sem væri svo hrísla í vindi. Í dag gengur hann beinn í baki, kassan út, alltaf brosandi. Hann með góða vinnu, hann á gott líf, hann eignaðist yndislega konu. Allt vegna þess að hann setti augun sín á Jesú og kirkjan stóð við bakið á honum. Hann stóð ekki einn, hann fór ekki einn í gegnum lífið. Við þurfum að hafa einhvern með okkur til þess að færa í gegnum lífið. Og vitið þið, þessi von er fyrir alla. Ef þú ert hér inn í dag og átt enga von,
þá er ég að segja þér, þú átt von. Jesús er þín von. Amen. Og þessi von er fyrir alla. Alla. Halleluja. Halleluja. Þannig ég ætla að hvetja ykkur. Ég ætla að hvetja ykkur til þess að setja augu ykkur á Jesú. Opnið hjarta ykkar fyrir honum. Setið traust ykkar á hann. Setið trú ykkar á hann. Takið ákvörðun að fylgja honum. Og þá munum við lífi halda. Amen. Það er eitt sem ég ætla að nefna hérna að lokum Ísraelsmenn í eyðimörkinni. Þegar þeir fóru að kvarta undan því að þeir þurftu að fá einhvern mat, eitthvað að borða, þá gaf Guð þeim eitthvað sem heitir manna. Þetta var manna, þetta var brauð sem að fjalla af himni. Á hverjum morgni þegar Ísraelsmenn vöknuðu, þá litu þeir út og það var manna út um allt. Það lá, þetta himnabrauð lá út um allt. Og það eina sem að Ísraelsmenn þurftu að gera var að fara út og tína þessi brauð, tína það sem þeir þurftu fyrir daginn, og þá voru þeir góðir. Það þýddi samt ekki að fara út og tína tvöfaldaskamt svo þeir ættu nóg á morgun. Þannig þið þyrftu nú ekki að fara og tína brauð á morgun. Í lok dags þá maðkaði brauðið og það eyðilegðist. Einn dagur í einu. Einn dagur í einu. Vitið þið, orð Guðs er næring fyrir anda okkar. Orð Guðs er það sem að nærir anda okkar. Og við þurfum að næra okkur á hverjum degi. Ég var að tala við yndislegan dreng í gær. Hann sagði, já, ég les en ég skil bara ekki allt sem ég les. Ég skil þetta ekki allt. Og ég sagði með hann, veistu, það er allt í lagi. Þegar ég borða matinn minn, þá skil ég ekkert öll næringarefni sem fari í líkamann minn. Í alvöru. Ég veit að það er eitthvað sem heitir prótein og það er eitthvað sem heitir fita og eitthvað sem heitir kolvetni, en ég skil þetta ekkert allt. Ég skil ekkert hvað öll vítamínin gera eða hvað þetta gerir allt saman. Ég skil ekki hvernig það sem ég borða breytist í fitu og sest utan á mig. Það er ljós í ísskápnum. En ég skil heldur ekki hvernig fitan getur breyst í eitthvað, þú veist, hún getur bara horfið með því að borða minna og hreyfa sig. Og, ég skil þetta ekki. Það er alveg eins með orð Guðs. Við skiljum það ekki alltaf, en það er næring fyrir anda okkar. Það byggir upp líf okkar. Þess vegna ætla ég að hvetja ykkur, lesið þið orð Guðs á hverjum degi. Einn dag í einu. Einn dag í einu. Þó þið skiljið ekki, haldið þið samt áfram að lesa. Og einn daginn, þá byrjar Guð að opna fyrir ykkur reikningarnar og þið byrjið að skilja meir og meir og meir. Amen. Þannig ég hvet ykkur til þess. Setið augu okkar á Jesú, treystiði honum, gefið honum líf ykkar, gerið hann að leiðtoga lífs ykkar og byrjið að lesa orð Guðs sem er næring fyrir andi ykkar. Amen. Og förum svo hnén og byggjum til hans. Eigum samfélag við hann. Vitið þið? Guð vill setja þig frjálsan. En við þurfum að taka á móti því. Við þurfum að segja, hér er ég. Við þurfum að segja, já, Jesús. Af því að hann gefur okkur val. Hann neyðir sig ekki inn á okkur. Hann þröngvar sér ekki inn í líf okkar. Hann gefur þér val. Það er mitt að velja og það er þitt að velja. Og ég vil hvetja þig til að segja já við honum í kvöld. Segja já við honum. Það segir í Jóhannesar Guðspjalli 3:16, því svo elskaði Guð heiminn. Því svo elskaði Guð mig og þig að hann gaf son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf.
Vitið, páskarnir, þeir snúast kærleika Guðs til mín og þín. Að því að hann elskaði okkur, þá sendi hann son sinn Jesú til þess að deyja fyrir syndur okkar. Til þess að við getum eignast líf. Amen. Amen. Rómverjabréfið segir, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Ég hef syndgað. Þú hefur syndgað. Allir hafa syndgað. Og allir skortir Guðs dýrð. Við þurfum á honum að halda. Við þurfum á þessu verki sem að Jesús vann á krossinum að halda. Amen. Og ég ætla að gefa ykkur tækifæri í kvöld til að opna hjart ykkar, opna líf ykkar fyrir Jesú. Að segja já við honum. Segja, Jesús, komdu inn í mitt líf, vertu minn frelsari. Taktu mig frá dýrð til dýrðar. Leistu mig undan ánauð. Leistu mig undan því sem heldur mig niðri. Leistu mig undan öllu bölunni sem búið að vera í lífi mínu síðan ég veit ekki hvenær. Gefðu mér frelsi. Gefðu mér þetta eina frelsi, eina sanna frelsi sem ég hef leitað af. Og þetta er ekki flókið. Rómverjabréfið 10. kapli versi 9 segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjartaðinu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, verður hólpinn. Það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að játa með munni okkar að Jesús er drottinn og trúa í hjarta okkar. Og þetta er ákvörðun sem við þurfum að taka. Þetta er ekki einhver tilfinning. Þetta er ekki af því að mér líður þannig. Þetta er ákvörðun sem við þurfum að taka. Ég ákveð að trúa. Ég ákveð að opna hjarta mitt fyrir honum. Ég ákveð að játa hann. Og ef þú vilt taka þetta skref í kvöld, þá vil ég fá að biðja með stuttabæn. Stuttabæn þar sem við bjóðum Jesús að koma inn í líf okkar. Þar sem við opnum hjarta okkar, við segjum, fyrirgefðu mér syndir mínar, fyrirgefðu mér það sem ég hef gert rangt. Komdu inn í mitt líf. Vertu leiðtoginn í mínu lífi. Vertu minn frelsari. Þannig ef þú vilt biðja þessa bæn með mér, þá biðjum að rísa upp úr sætinu núna. Stattu með mér og biðjum þessa bæn saman. Þar sem við bjóðum Jesú komin í líf okkar, inn í hjart okkar, gerum hann að frelsar okkar og leiðtoga lífs okkar. Amen. Halleluja, við skulum biðja saman. Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að þú komst í heiminn fyrir mig. Þú tókst mínar syndir á þig og þú gafst þitt líf á krossinum fyrir mig. Ég brugðist þér á margan hátt, en ég biðjum að fyrirgefa mér og taka á móti mér sem barni þínu. Ég játa með munni mínum, Jesús er drottinn, og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið þig upp frá dauðum og þú lifir í dag. Ég gef þér mitt líf og ég vil fylgja þér. Ég þakka þér fyrir að ég er þitt barn og ég tilheyri þér og þú elskar mig. Komdu með frelsi og lausn inn í mitt líf. Í Jesú nafni, amen. Amen. Ef við gefa hann gott klapp sem að gáðu þessara bænar í kvöld. Þetta er það besta sem við getum gert, besta ákvörðun lífs okkar, að fylgja drottni Jesú. Amen. Halleluja. 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 Herðu, eins og þið sjáið og vitið og Óli talaði þá skírnarlögina aftast. Stór sundlaug. Það voru nokkrir einstaklingar sem voru búnir að taka ákvörðun að taka þetta skref, að taka niðurdýfingaskírn. Og vitið þið, laugin er stór og það er pláss fyrir fleiri. Og ef að þú vilt taka skref, nýtt skref á þeirri trúgöngu, að taka niðurdýfingaskírn, þá er þið velkomið að gera það í kvöld. Þessi skírn, þessi niðurdýfingaskírn, þetta er tákmynd upp á það að við viljum fara ofan í vatnið.
Við viljum skilja gamla mennin eftir, skilja syndu og lífið eftir og viljum rísa upp sem nýr einstaklingur í Kristi Jesú. Þetta yfirlýsing það að ég ætla að fylgja þér út lífið. Að þú ert minn drottinn. Amen. Og við skiljum gamla lífið eftir og það segir í orðinu að hið liðna, það var það engu. Og við rísum upp að nýtt orðið til. Nýr einstaklingur í Kristi Jesú. Amen. Þannig að ef þú vilt taka þetta skref í kvöld, þá er það velkomið. Það segir í Postulasögunni að þá er Filippus á ferðinni og hann hittir mann frá Eþíópíu og Filippus hann tekur til orða og hann segir og hóf máls og ritningu þessari og boðaði honum fagnaðarerindið í Jesú. Hann sagði honum frá Jesú. Síðan segir þegar þeir fóru áfram veginn, komu þeirra vatnin okkuru, þá mælti hirðmaðurinn, hér er vatn, hvað hamla mér að skýrast? Filippus sagði, ef þú trúir af öllu hjarta, er það heimilt. Hirðmaðurinn svaraði honum, ég trúi að Jesús Kristur sé sonur Guðs. Þannig ef þið viljið taka þetta skref, þá er þetta skilyrðið. Eitt skilyrði að þið trúið að Jesús Kristus sé sonur Guðs. Þetta er ekki eitthvað sem að þessi hirðmaður þurfti að hugsa hann þurfti ekki að fara heim og biðja fyrir þessu. Þetta var eitthvað sem hann gat tekið bara ákvörðun þarna. Ég vil taka skýrn. Ég trú á Jesú, ég vil taka skýrn. Þannig að það er leyfilegt fyrir þig að taka þetta skref í dag. En ef þú vilt taka þetta skref þá, þeir sem vilja taka skýrn, það geta farið hérna aftast inn í kaffisalinn. Þar eru 2 dömur sem að taka á móti ykkur. Það er kallaklifi og kvennaklifi, þar sem þið getið skipt föt. Það eru auka stuttbuxur og bólir ef þú ert ekki með sundföt. Þannig að ef þú vilt taka skref, þá er engin afsökun í kvöld. Engin afsökun. Þannig að farið yfir og farið í sundfötin og komið og takið þetta skref. Gerið þetta opinbert. Ég vil fylgja Jesú. Amen. Við ætlum að lofa Guð saman í einu lagi allavega á meðan að við gerum okkur klár. Svo getum við komið að skírnarlöginni þegar allir eru tilbúnir og tökum þátt í því og gleðjumst með þeim sem taka þetta skref. Við erum tilbúin til að biðja fyrir þeim. Við erum opin fyrir því að fá orð frá Guði til þeirra. Stöndum með þeim og sýnum þeim kærleika og gleði og stuðning í kvöld. Amen. Amen. Guð bless ykkur. Sem heitir Óvallað, sem ég finnst alveg textinn passa við þetta elsku Guð sem að frelsa okkur. I am not the sum of all the failures in my past. I am not defined by what I do or do not have. The measure of His mercy I cannot understand. Somehow it all adds up to grace. Oh, what love, oh, what love, what a perfect sacrifice. I will spend the rest of my life to testify just how deep and just how high